Góðan daginn, velkomin að samkomu í dag, Péturskirkjunni í Keflavík. Við ætlum að lofa Guð, leita hans og það verður brauðsbrenning enda samkomunnar og Kitty mun tala til okkur orðið. Velkomin. Amen. Ævibraut vor endar senn, vel hljótum sjá. Allir Drottins munu menn mætast heima frá. Ei dauðinn undan fer, ástkær frelsari. Kemur senn og burt og spyr, beint í himininn. Ó, okkar vinir, allir mætast þar. Ganga á geisla förum, grundum eilífðar. Lofa Guð og Lambið, lífið sem og skal. Sorgin dvín, sólin skín, sjá Guðs náðarhaf. Margir vér unnum heit, undan fóru heim. Hafa stríð til lykta leið, ljúft ver fögnum þeim. Þar sérhvert þerrað af þeirra sorgardag. Arf á himnum Guð þeim gaf, gleðjast taka brá. Ó, okkar vinir, allir mætast þar. Ganga á geisla förum, grundum eilífðar. Lofa Guð og Lambið, lífið sem og skal. Sólin skín, sjá Guðs náðarhaf. Þar veit gæðin helg og rein, Herrans blóði í. Svo þér ekkert mæti mein, myrkur sitt sjá við. Lúður Drottins hljómar hátt, hver viðbúinn.
aðeins Jesús verður þessi að fá alla lofgjörð og dýrð. Aðeins Jesús verður þessi því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Aðeins Jesús verður þessi að fá alla lofgjörð og dýrð. Aðeins Jesús verður þessi því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Verður þessi að fá alla lofgjörð og dýrð. Aðeins Jesús verður þessi því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Því hann lifandi Guð. Því hann lifandi Guð. Men, ég langar að lesa úr orðinu. Þetta er úr Mattheusar guðspjallinu frá 24. kafla. Jesús gekk út úr helgidómunum og hélt brott. Það komu lærisveinir hans og vildu sýna honum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá: þið sjáðu allt þetta. Sannlega segi ég yður, hér er ekki eftir látin steinn við steini, er eigi sem niður brotinn. Það var hann satt á Ólífjallinu, gengu lærisveinir til hans og spurðu hann einslega: segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði þeim: varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: ég er Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þeir munu spyrja hernað og ófriðartíðindi. Gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða. En endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi, og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnaðarerindum ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endurinn koma. Og ég hef skoðað á netinu og ég hef séð menn sem hafa komið og sagst: ég er Kristur. Ég sá bara á YouTube daginn heimildamynd, það er einn Rússi sem gengur í klæðum og með sítt hár og skegg og það fylgja hann á margir, og við erum að sjá upp að fæðingar hríðana út allt. Maður þarf, nú fyrir maður google.is og maður sér, getur komast að öllum upplýsingum og maður sér ýmislegt sem er í gangi, og þetta nálgast
og við þurfum bara að vera tilbúin og staðföst. Og það er annað vers úr Efesubrefi sem ég langar að lesa fyrir ykkur. Þetta er 7. kaflanum frá 10. versi. Að lokum styrkist nú í Drottni og í krafti máttar hans klæðist alvafni Guðs til þess að þeir getið staðist velabrögð djöfulsins. Þegar baráttan sem við eigum í er ekki menn af holdi og blóði, heldur við tignunar og völdinu heimsdrottna þess myrkus við andaverur vonskunar í himingeimnum. Takið því alvafni Guðs til þess að þeir getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Standið því girtir sannleika lendariðar og klæddir brynju réttlætisins og skóar af fótunum með fúsleik til að flytja fagnar boðskap friðarins. Takið umfram allt skjöldtrúarinnar sem þeir getið slögt með öll hinn eldlegu skeyti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverðið andans sem er Guðs orð. Gerið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið því árvakir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Og við erum í andlegu stríði. Og persónulega sjálfur, þá hef ég líka stundum glemt þessu og ég viðurkenni það alveg. Þannig að ég átti bara samræði við vinnufélaginn daginn og hann trúir ekki neinu. Og hann bara gerir grín að trú og þessu vitlaust og ég er svona smá æsti mig. Vitið það, við gleymum stundum. Ég er ekki að berjast við hann, ég er að berjast við andan sem er að leiða hann í villu. Og eina sem við getum gert er að vera í krafti og dýrð og máttar Jesú Krist. Ég gleymi því stundum systkini. En kærleikurinn, það hef ég ofta að segja einu sinni, við bara elskum og tölum kærleika í fólkið. Þá segi ég, því kærleikur hann breiðir yfir allt. Og hann bræðir hjörtin og auðmjúkt ansvar stöðvar bræði. Ég margótt sé þetta. Munu það að við erum í stríði. Við erum ekki bara að koma í kirkju og hafa gaman, við erum í andlastríði og við erum að berjast sálar. Við vitum ekki hversu mikið tíma við höfum. En eitt veit ég vil að flestir kynnist og komi með okkur þegar við förum heim. Amen. Og Elmar getur sinnt dagskrána. Næst komandi sunnudag, það verður ekki samkoma út af ástandinu sem er í þjóðfélaginu í dag, út af COVID. En það verður á þriðjudaginn, það höldum bænasamkomum áfram. Það er klukkan 5. Við náum yfirleitt ekki 20 manns og það sleppur. Hvort sem það er gott eða slæmt, það má deila um það. Og föstudags, þá er bænasamkomum klukkan 8 kvöldið og unglinga, þeir halda áfram líka á lögðum. Klukkan 8. Og samkom verður á netinu. Það verður predikun, söngur, lofgjörð, predikun, það var á netinu. Og það er karlahópur klukkan. Hann byrjar 10. Já, hann byrjar 10. Amen. Og nú við skulum biðja, eruð þið með bænarefni? Í þessu ástandið, amen. Já. Amen. Já, hann vil líka biðja fyrir konunni minni. Hún er búin að vera verki í vinstri fætunum lengi. Og Guð lækni það. Fyrir frænka mín var að á netinu Sólveig Guðnadóttir sem einhverjir þekkja hér var að missa dóttur sína sem var aðeins 38 ára gömul. Var að deyja frá 5 börnum og við bara hugum fyrir fjölskylduna. Amen. Drottinn komið fram fyrir þitt, faðir minn, og við vitum það, Drottinn, þú þekkir hjörtin, þú þekkir bænarnir sem leggjum fram fyrir þig, Drottinn minn. Við biðjum fyrir aðstandum þessara 5 barna móður sem þú þekkir, Drottinn, að þú komið með huggun þína og þú takir utan Drottinn minn og takir utan með
í kærleika, faðir minn, og þú sendir fólk til að aðstoða börnin, til að aðstoða aðstandendur og taki utan að þú mæti bara með kærleika og huggun inn í líf þeirra, faðir minn, í Jesú nafni. Við bið einnig, faðir minn, líka fyrir Trump, Bandaríkjaforseta, að þú læknar hann á kórónuveirinu, faðir minn, í Jesú nafni. Amen. Og ég bið líka fyrir ríkisstjórn Íslands í þessum aðstæðum sem hún á við, að þú gefum bara visku og kærleika til að leiða þjóðina, faðir minn, í Jesú nafni. Og við leggjum henni þjóðkirkjuna fram fyrir því, Drottinn minn, að þjóðkirkjan, hún hættar en að þókna á smönnunum og byrja að fara að hlýða Drottni skapari himins og jarðar og fara að hlýða orðinu, Drottinn minn, og reist upp nýtt fólk innan þjóðkirkjunar sem stígur upp í krafti og þori og stórir að breiða út fagnarendi og hætta að beygja undir vilja og eigingirni og tilfinningum manna, heldur fara að hlýða þínu orðið, faðir minn, og gangi út, Drottinn minn. Og þeir sem ganga ekki þinna erinda, faðir, innan þjóðkirkjunnar, að þú bara reykir það út eða knýir þá að þeir muni auðrast og snúast til þín og ný og boða þitt orð út og fagnarendi í þínum anda og í þínum krafti, en ekki beygja sig undir það sem maðurinn bara vill, í Jesú nafni, faðir. Og ég bið líka, Drottinn, fyrir konu minni, faðir minn, að þú með taka undir fótinn hennar sem er búin að vera með verki í meira en 2 ár, faðir, og þú komið lækningu þar inni, Drottinn minn, að allir verkir með fari burt og allar bólgur með hverfa, faðir, í Jesú nafni, faðir. Þú ert Drottinn sem læknar, þú ert Drottinn sem leysir, faðir. En fyrir þér er ekkert megn, Drottinn minn, og við leggjum okkur fram fyrir þig, faðir, og allt, Drottinn minn, leggjum við fram fyrir þig. Reist okkur upp og kend okkur, Drottinn, að ganga út í þínum anda og þínum krafti og hjálpa okkur að taka út á fólk og sjá það fólk, eins og Jesús, hann sá fólki, Drottinn minn, sem fólk virti ekki og sá ekki, og hjálpa okkur að taka út það, Drottinn minn, í þínum anda og þínu kærleika, í Jesú nafni. Amen. Nú ætla að hafa fórn. That's okay. Anna og Brynja. Nokkuð stórar sýnist mér. Hæ, ég heiti Anna og ég heiti Brynja og við ætlum að syngja lag á 2 tungumálum. Þið megið endilega syngja með ef þið kunnið það. Jesús Kristur, vinur minn syngja allir hér, halleluja. Jesús Kristur, vinur minn syngja allir hér, halleluja hér. Halleluja hér, hér, halleluja hér, halleluja hér, hér, halleluja. Syngja allir hér, halleluja. Jesu Kriste nasakona, dame knonike, halleluja. Jesu Kriste nasakona, dame knonike, halleluja ke, halleluja ke. Alleluja, ke, alleluja, dame knonike, alleluja. Jesús Kristur, vinur minn syngja allir hér.
hátign hans. Hátign hans, upphefjum hátign hans, þér ber Jesús, heiður, vegsemd og dýrð.
Loforð þín eru öll í krossins von. Þú gafst allt fyrir Jesú Krist þinn son. Þessi von er mitt akkari í dag. Minn Guð er hér, hann breytist ei. Þitt nafn er hærra, þitt nafn er æðra, öll mín von er í þér. Þitt nafn er vextir, því loforð þau standa, öll mín von er í þér. Þitt nafn er hærra, þitt nafn er æðra, öll mín von er í þér. Þitt orð, það bregst því loforð þau standa, öll mín von er í þér. Þitt nafn er hærra, þitt nafn er æðra, öll mín von er í þér. Ó Jesús, þitt orð, það bregst því loforð þau standa, öll mín von er í þér. Loforð þín eru öll í krossins von. Þú gafst allt fyrir Jesú Krist þinn son. Þessi von er mitt akkari í dag. Minn Guð er hér, hann breytist ei. Þess loforð þín eru öll í krossins von. Þú gafst allt fyrir Jesú Krist þinn son. Ó Jesús, þessi von er mitt akkari í dag. Minn Guð er hér, hann breytist ei. Ó, syngjum við einu sinni saman. Halleluja. Loforð þín eru öll í krossins von. Og þú gafst allt fyrir Jesú Kristins son. Þessi von er mitt akkar í dag. Minn Guð er hér, hann breytist ei. Amen. Guð breytist aldrei. Halleluja. Halleluja. Syngjum þetta einu sinni enn saman. Loforð þín eru öll í krossins von. Þú gafst allt fyrir Jesú Kristinn son. Þessi von er mitt akkari í dag. Minn Guð er hér, hann breytist ei. Halleluja. Ó, Guð breytist ei. Ó, halleluja. Ó, tökum síðasta versi saman. Þú breytist ei, syngjum það saman. Halleluja. Ó, Jesús. Halleluja. Þú breytist ei. Þú breytist ei. Þú sem varst og kemur senn. Öll loforð þín, þau öll lifa enn. Halleluja. Loforð þín eru öll í krossins von.
gafst allt fyrir Jesú Krist, þinn son. Þessi von er með dakkari í dag. Minn Guð er hér, hann breytist ei. Takk Jesús að þú breytist aldrei, Drottinn. Takk Jesús að þú ert hér til að mæta okkur í dag. Og takk Jesús að þú mætir þeim sem horfa á, Drottinn minn. Þú mætir þeim sem eru sjúkir, Drottinn, og gerir þá alheilbrigða, Drottinn. Og ég biði Jesús minn að þú blessir okkur hér í dag, Drottinn. Halleluja. Takk Jesús að þú ert okkar akkari. Takk Jesús að þú breytist aldrei. Takk Jesús að við mögum koma til þín alveg svo við erum klædd, Drottinn minn. Og þú elskar okkur nákvæmlega þannig, Drottinn. Við þurfum ekki að vera svona og hinsegin. Við þurfum ekki að vera alls konar. Við erum bara eins og þú hefur skapað okkur, Drottinn. Takk Jesús að þú ert hér og þú breytist aldrei, Drottinn. Þú ert hinn sami í dag og í gær og allar aldir, Drottinn. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Amen, Drottinn. Ó, takk Jesús. Halleluja. Halleluja. Ó, ég lofa þig, Drottinn. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ó, ég lofa þig, Jesús. Halleluja. Nú ertu Faðir Okkur nálægur í dag. Ég finna og mikið kraft sem fyllir húsið. gleði úr augum hvers og eins sem sé, heyra englavængjum frið. Nú ertu Faðir Okkur nálægur í dag. Jesus. Nú ertu Faðir Okkur nálægur í dag. Ég finna og mikið kraft sem fyllir húsið. Gleði í augum hvers og eins ég sé, heyra englavængjum frið. Nú ertu Faðir, okkur nálægur í dag. Nú ertu Faðir, okkur nálægur í dag. Ég finna og mikið kraft sem fyllir húsið. Gleði í augum hvers og eins ég sé, heyra englavængjum frið. Nú ertu Faðir, okkur nálægur í dag. Nú ertu Faðir, Okkur nálægur nálægur í dag. Ég
Takk minn Jesús. Takk fyrir að þú ert nálægur, ó Guð. Halleluja. Nú ertu Faðir okkur nálægur í dag. Það ekkert sem jafnast á við nærveru Guðs. Við erum sköpuð fyrir að vera nálægt Guði. Við sungum hérna áðan í sálminum: Varveit klæðin helg og hrein, var að drottins blóði í. Varveit klæðin helg og hrein, Herrans blóði í. Það er spurning hvaða klæðir verið að tala um. En við þvóum vanalega okkar föt úr vatni með sápu. Hér er verið að tala um að þvo klæði með Herrans blóði. Í fyrra Korintubréfi, 1. kafla og 30. versi, þá er sagt að Jesús Kristur sé orðinn okkur vísdómur, réttlæti, helgun og endurlausn. Hann er vísdómur, réttlæti, helgun og endurlausn. Mig langar að byrja á að kannski lesa 2 dæmisögur, en áður en við gerum það þá vil ég bara varpa fram þessari spurningu. Ég veit ekki hvort ég hafi hlusta á fréttir, en það er verið að tala um að náða nokkuð marga menn núna í íslensku samfélagi. Af hverju verið að tala um að náða þá? Jú, við höfum ekki pláss til að láta það taka út dóminn. Samfélagið, misgjörðirnar vaks okkur svo yfir höfuð að við höfum ekki lengur í raun og veru tök á að láta menn taka út dóm sinn. En ég var að hugsa, náðaður og hvað svo? Náðaður og hvað svo? Hvað gerist þegar þú færð allt gert upp? Heldurðu áfram þínu fyrra lífi eða byrjaru nýtt
líf. Í okkar náttúrulega heimi ég viss það að ef einhver væri náðaður fyrir stóran glæp og hann sneri aftur til sinna fyrri glæpaverka, þá myndum við segja að hann hefði ekki átt náðunina skilið. En náðaður og hvað svo? Í Opinberunarbókinni, 3. kafla, 11. vers, stendur: ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur, til þess að enginn taki kórónu þína. Til þess að enginn taki kórónu þína. Réttlættur, helgaður, endurleystur í Jesú Kristi, það gjöf. Hann okkar réttlæti, þannig að það gjöf. Það ekki réttlæti sem við höfum unnið okkur inn. En þetta stendur ekki í Biblíunni, varveit klæðin helg og hrein, það var sálmurinn sem við sungum. Spurningin ef einhver lætur líf sitt til þess að þú fái náðun, viltu þá varveita þá gjöf? Viltu í raun og veru halda í gjöfina? Það spurningin. Það var á 8. áratugnum að þá var mikið kennt það hver við erum í Kristi. Og í raun og veru ef að fólk hefði tekið við þessari fræðslu og ef að fólk hefði byrjað að lifa þessari fræðslu, þá væri kirkjan á öðrum stað í dag. Vegna þess að það eitt að vera í Kristi og annað, það eitt að vera staðsettur, nú ætla ég bara að tala á mannlegan hátt og ég ætla að segja, það eitt að vera staðsettur í hjónabandi, það annað að lifa í hjónabandi. Ég veit fólk sem gift og býr ekki saman, af því að það nær ekki að höndla lífið saman. Það að vera staðsettur í Kristi, það svona náð Guðs sem hefur gefið okkur stað í Kristi, en hvað svo? Biblían, hún segir okkur að ef við ætlum að vera í Kristi, þá þurfum við að lifa í Kristi og Jesús skilgreindi það þannig að við þurfum að eta holdans, drekka blóðans. Og það í raun og veru önnur tákmynd sem við ætlum að framkvæma hér í dag, en það þýðir í raun og veru að við þurfum að lifa hans lífi. Þegar að lærisveinarnir heyrðu þetta, þá var ekki lengur hvað svo, heldur sögðu, nei, nú erum við farnir, þetta orðið nóg Jesús. Við erum ekki tilbúnir að gera þetta fyrir þig. Nema nokkrir, Pétur, hann segir, ja, hvað ættum við annað að gera, Jesús? Þú ert lífið. Það ekki leið, það ekki takt að fara tilbaka. Og það einmitt það að ef við höfum byrjað á þessari göngu og ef við höfum tekið við þessari gjöf og ef við höfum fengið að snerta þessa gjöf, þá viljum við ekki snúa tilbaka. Við viljum halda áfram. Og ég sagði það eru 2 sögur í Lúkas, og ég ætla að lesa bara kannski 1 vers úr Lúkas 15, en það sagan týnda soninn og það má segja að sagan táknar mannkynið sem vill fara sína leið. Það vill fá allt sem Guð hefur að gefa þeim, en það vill ekki vera með föðurnum eða hjá föðurnum. Týndi sonurinn vildi bara fá arfinn, allt sem Guð hafði gefið honum og svo lifa lífinu. En hann fann það út í raun og veru að hann gat ekki lifað án föðurins. Þegar hann var orðinn svangur, þrengingin opnaði augu hans og eyru. Og sagan segir að hann tekur sig upp þegar hann búinn að tapa öllu, eyða öllu, komin í þrot, þá tekur hann sig upp og vill fara heim til föðurins af því að hann hugsa sem svo að þar fær hann að minnsta kosti að borða. Og hann
hann er ekki að hugsa að koma aftur sem sonur og það segir okkur að hann í raun og veru gerir sér grein fyrir því að hann hefur fyrirgert rétti sínum, hann iðrast. Og svo sjáum við að þegar hann var ennþá langt í burtu að þá sér faðir hans hann og hann hleypur á mót honum, kennir í brjóstum hann og sonurinn segir, faðir, ég hef syngað, þetta er vers 21 í Lúkas 15, ég hef syngað móti himninum gegn þér, ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðirinn við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikkju, færið hann í, dragið hring á hönd hans, skó á fætur honum. Og það eru hérna nokkrar þýðingar sem segja, mína bestu skikkju, mína eigin skikkju, eða þá skikkju sem var notuð fyrir heiðursgesti. Þannig að við sjáum hér að hann fær hreina, það er ekki sagt að hún sé hvít, en hreinleikin, hvít stendur fyrir hreinleika, síðan fær hann hring sem er innsigli þess að hann er sonur, hann fær sem sagt tákn þess að hann hafi vald sem sonur. Og í 31. versinu þá í raun og veru 31. versi þegar Guð er að tala við eldri soninn, þá segir Guð við hann, eða faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. Þannig í raun og veru þar sem týndi sonurinn fær, hann fær innsigli þess að hann sé sonur, hann fær skó á fæturnar, skórnir, sandallarnir þýddu það að hann var ekki þræll, hann var sonur og hann fær að vita að allt sem faðirinn á tilheyrir honum aftur. Og síðan er önnur saga, hann fær skikkju. Það er önnur saga sem talar að í Matteus 22 að það er boðið til brúðkaups og þar er það þannig að það voru ekki allir sem vildu koma. Jesús segir í Matteus 22, líkt er himnaríki og konunga einn sem gjörði brúðkaup sonar síns. Hann sendi þjóna sína til að kalla til brúðkaupsins þá sem boðnir voru, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna, mælti segið þeim sem boðnir voru, veislu mína hef ég búið, uxum mínum alifé er slátrað, allt er tilbúið, komið í brúðkaupið, en þeir skeittu því ekki. Einn fór á akur sinn, annar til kauskapar síns, hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Konungur reiddi sendi út her sinn, let tortímamorðingjum þessum brenna borg þeirra, síðan segir hann við þjóna sína, brúðkaupsveislan er tilbúin, hinni boðnu voru ekki verðugir, farið því út á vegamót, bjóðið í brúðkaupi hverjum þeim sem þið finnið. Þjónarnir fóru á vegina, söfnuðu öllum þeim sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn var allskipaður gestum. Konungurinn gekk þá inn að sjá gestina leitarmann sem var ekki búinn brúðkaupsklæðum. Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Hér er dæmisaga líka hvernig, ég hugsa að þeir hafi skilið að hvernig Ísrael hafnaði drottni og hvernig dómurinn kom yfir Ísraels þjóðina, borgin var brennd, en svo er það hvernig Guð hann sendir út boðskapinn til heiðingjana og við sjáum hérna mann sem er komin inn í veislusalinn og hann er ekki í brúðkaupsklæðum og þegar ég var að bara hugsa þetta þá sá ég að þegar við tölum að varðveita klæðin, það eru til himnesk klæði og það eru til jarnesk klæði. Og ef við hugsum okkur að þetta sé himnesk klæði hér, að dæmisagan segir að hann er komin hérna inn og í brúðkaupum þarna að þá voru klæðin fyrir þá sem komu, það var séð fyrir þeim.
Þannig að ef þú komst í brúðkaup eða veislu sem þessa, þá fékkstu klæði eða gast fengið við innganginn. En þessi maður, hann hafnaði klæðinu, hann hafnaði skikkjunni, hann hafnaði í raun og veru því að vera réttlættur, hann hafnaði gjöfinni. Þannig að þessar tvær sögur einlega þær segja okkur, tala þessi himnesku klæði sem okkur sagt að varðveita. Og mér langaði að fara bara gegnum hérna nokkra ritningastaði sem hérna sýna okkur himinin og að þetta himneska sjónarhorn, og það fyrst í Matteus 17:2 að Jesús hann fer með þá upp á hátt fjall, segir fyrsta versið, þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól, klæði hans urðu björt eins og ljós. Þar ummyndaðist hann, ásjóna hans skein sem sól, klæði hans urðu björt sem ljós. Þannig að hér kemur bara himinin niður og hann klæddur í himnesk klæði. Matteus 28, vers 3, þar okkur sagt að engill, hann kemur frá himni. Matteus 28, 3, hann var sem elding ásýndum klæðin hvít sem snjór. Hann var sem elding ásýndum klæðin hvít sem snjór. Markús 16:5, aftur engla og aftur sem sagt himnesk klæði. Markús 16:5, þær stíga inn í gröfina, sjá ungan mann sitjandi hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skeldust. Við vorum að hugsa að þær skeldust. Það eru margir sem skelfast og óttast hreinleikan í dag. Það eru margir sem óttast og skelfast, þeir skilja ekki heilagleika Guðs. Og hann veldur þeim ótta og skelfingu. Og ég veit að þegar Guð kemur í allir sinni dýrð, að þá segir Biblían að menn munu skelfast. Opinberunarbókin 4:4, við höldum áfram að skoða þessi himnesku klæði. Þar segir, umhverfis hásæti voru 24 hásæti, og fyrst lýst þessu eina hásæti. Þar sat einhver sem var líkur, hann var líkur jaspis steini. Dýrðin var svo mikil að Jóhannes, hann lýsir svona hásæti stóð á himni, einhver sat í hásætinu, sá þar sat sýndist líkur jaspis steini, sardis steini, og regnbogi var í kringum hásæti að sjá sem smargarður. Þetta vers 3, Opinberunarbókin 4. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti, og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga skrýta hvítum klæðum. Hér koma þessi hvítu klæði enn einu sinni. Og þeir voru með gullkórónur á höfðum sínum. Þannig að ein ritning hér í viðbót 6:11, ég talaði daginn, það í 7. kaflanum, þar ef við lesum frá 10. versinu, þeir hrópuðu hárri röddu, hversu lengi ætla þú, Herra heilagi og sanni, að draga það að dæma og hefna blóðsvors á byggjendum jarðarinnar. Þeim var fengin hverjum og ein hvít skikkja, þeim var sagt að þeir skyldu enn hvílast litla hríð, þangað til samtjónar þeirra og bræðu þeirra sem áttu að deyðast eins og sjálfur þeir einnig fylltu töluna. Hér eru píslarvottar, og þeir eru undir altari Guðs, og þeir eru að spyrja hvað langt þangað til að í raun og veru ríkið kemur og allt byrjar. Þeim sagt að hvíla sig, en þeir fá þessa hvítu skikkju. Þannig að klæðin, við getum séð þessi himnesku klæðin, og hvíti liturinn, hann stendur fyrir hreinleika. Og þess vegna brúðurinn, hún alltaf klædd í hvít, því að Biblían gerir ráð fyrir því að brúðurinn
sé hrein. Brúðurinn hrein og þess vegna fær hún hvít. Þannig að þegar ég var að horfa á þetta þá sá ég að þessi klæði, þau tákna hreinleika, þau fæða af sér guðsótta, það fylgir þeim vald og það fylgir þeim réttlæting og heilagleiki. Heilagleiki. Og bara 2-3 ritningar hérna í viðbót, þegar dómurinn kemur, dómarabókin 20:11, þar segir að ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og þetta hásæti dómsins, það var líka hvítt, það var heilagt. Og Opinberunarbókin 19:8, þar 19:8 og síðan lesum við 19:14. 19:8, henni var fengið skínandi hreint lín til að skríðast í, línið réttlætisverk heilagra. Og hér líka annar biblíulestur út af fyrir sig að hér talað réttlætisverk heilagra. Þetta ekki réttlætið í Jesú Kristi, heldur eru þetta réttlætisverk brúðarinnar, þau verk sem hún hefur áunnið sér í Kristi. Og ef við lesum aftur 19:14, þá kemur brúðurinn hér aftur. Hersveitirnar sem á himnu fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hersveitirnar sem fylgdu honum á himnum, sem á himni eru, fylgdu honum á hvítum hestur, klæddar hvítu og hreinu líni. Brúðurinn, hún fekk skínandi og hreint lín til að skríðast í og hérna kemur brúðurinn sem hersveit með Kristi þegar hann kemur aftur til jarðarinnar. Og við sjáum það að hersveitirnar, já, þær eru í hreinu og hvítu línu og komum aftur að þess að varveita gjöfina. Við sjáum hér hópa fólki í Opinberunarbókinni og hann Snorri byrjaði að fara með okkur í Opinberunarbókinni í gær. Hérna í 9. versinu í 7. kafla, mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki, kvinkvíslum, líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu, frammi fyrir lambinu, skrýddir hvítum skikkjum, höfðu pálmagreinar í höndum og þeir hrópa hárri röddu, hjálpraði heyri Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Og síðan í versi 14 þá segir engillinn við mig, Herra minn, þá segir Jóhannes við engilinn, Herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig, þetta, vegna þess að hann spurði hvaða hópur af fólki þetta? Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu, hafa þvegið skikkjur sínar og hvít fáað þær í blóði lambsins. Þá sjáum við þetta einu sinni, að þeir hafa þvegið skikkjur sínar, hvít fáað þær í blóði lambsins. Opinberunarbókin 22:14, og ég veit að þetta mikið að ritningarstöðum, þar segir, sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðgang að lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Sælir eru þeir. Þannig að hérna kemur, þar sem ég langaði að við sæjum hér, við erum réttlætt fyrir Jesú blóð, við erum helguð fyrir Jesú blóð, við erum endurleyst fyrir Jesú blóð, við erum náðuð fyrir Jesú blóð. Og hvað svo? Hvað svo? Við erum búin að skyggnast hérna inn í himinin, inn í dýr Guðs og við höfum séð heilaleikan, við höfum séð hreinleikan og í 3. Mósebók okkur sagt að við höfum að gera greinamun á því sem hreint og því sem óhreint. Og hér sjáum við að hér kemur hópur af fólki sem búið að fara í gegnum þrenginguna sem við erum ekki komin inn í og þeir hafa varveitt hreinleikan mitt í allri þrengingunni. Nú Snorri var að segja okkur að kirkjan færi ekki gegnum þrenginguna svo að
ég veit ekki hvort ég á að segja hann greini á við Biblíuna, ég ætla ekki að hætta mér út í það, en það er greinilegt að hluti af kirkjunni fer í gegnum þrenginguna. Ef við stúdurum opinberunarbókina þá sjáum við þar 2 eða 3 upprifningar og það er frumgróðin sem er hrifin upp áður en þrengingin byrjar. Það er brúður Krists sem er hrifin upp áður en þrengingin byrjar. Og þetta er kannski kennsla út af fyrir sig vegna þess að það voru 10 meyjar sem að allar voru í raun og veru meyjar og allar höfðu að vera réttlættar, en hvað svo? 5 þeirra höfðu ekki varveitt gjöfina. 5 þeirra höfðu ekki í raun og veru olíu á lömpum sínum, þannig að þegar brúðkaupið kom, þá komust þær ekki innum dyrnar. Og þannig að þú mátt skoða bókina og mynda þér skoðun fyrir þig, en þessar 5 sem að höfðu ekki olíu, ég trúi því að það er mín skoðun, að þær hafi verið í þessum hópi sem síðan þvoði skikkjur sínar áfram í blóði landsins, fór í gegnum þrenginguna, en er nú komin frammi fyrir hásæti Guðs. Og spurningin er, hvað er það að þvo skikkju sína? Hvað er það? Hvernig þværðu skikkju? Við vitum að við setjum þvott í þvottavél, en hvernig þvoum við okkar himnesku klæði sem að kannski við sjáum ekki þessa skikkju vegna þess að hún er að mínum mati ósýnileg? Jú, svarið er í 1. Jóhannesarbrefi, 1. Jóhannesarbrefi, 1. kafla og 7. vers. Þar getur þú séð hvernig skikkjan fæst þvegin. Og þú átt hlutdeild í því að hún sé þvegin, en það er blóðið sem þvær hana. Það segir hér, ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Þegar við göngum í ljósinu, hvað er það að ganga í ljósinu? Það þýðir það að ég er ekki að fela neitt. Ef ég synga, þá fel ég ekki syndina, ég kem með hann í ljósið og þá þvær blóð Jesú skikkju mína. Réttlæti skikkjan er þvegin á ný og ég er helgaður á ný. Sælir eru þeir sem þvo skikkju sínar, sem þýðir að sumir þvo ekki. Það er bara þannig. Sælir eru þeir sem þvo skikkju sínar, sem þýðir að sumir þvo ekki. Það er ekki allir sem koma í ljósið, það er ekki allir sem vilja eiga samfélag við alla. Sjáðu til, stundum þarf langlindi, umburðarlindi til að eiga samfélag við okkur suma, og ég bendi ekki á neitt nema bara svona að það þarf örugglega umbyrðað þennan. En ef við höfum samfélag, þá hreinsar blóðið hans okkur af allri synd. Og við erum að tala hérna réttlæti skikkjuna sem týndi sonurinn fékk, og við erum að tala skikkjuna sem þurfti að hafa til þess að ganga inn í brúðkaupið. Og síðan, hérna í lokin, að þá sjáum við að Jesús Kristur, hann aðvarar, og nú ætla ég að fara hérna í 1 eða 2 af kirkjónum í opinberunarbókinni. Jesús talar til þér og hann aðvarar. Og margir segja að Jesús aðvarar aldrei neitt, hann bara elskar fólk. Hann er ekkert að bögga það, hann er ekkert að segja svona eða hinsegin. Hann er svo jákvæður, hann Jesús, og hann bara elskar þig og hann elskar alla. Og hann gerir það, en hans kærleikur er hræsnislaus, hans kærleikur er ekta, og þess vegna varar hann okkur við hættunum. Í 3. kaflanum í opinberunarbókinni 4, þar er Jesús Kristur að tala til kirkjunar í Sardes. Og hann segir svona við þá, hann segir, ég þekki verkin þín,
þú lifir að nafninu, þetta vers 1, en ert dauður. Þú lifir að nafninu, þetta var svona nafnkristin kirkja. Vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið, því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti, þannig hér kirkja sem var búin að fá réttlæti skikkjuna, hér kirkja sem var eins og týndisonurinn sem hafði klæðst, minnstu hvernig þú tókst á móti, heyrðir, varveit það og gjör iðrun. Og þetta er Jesús Kristus sem að tala. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita hverju stundu ég kem yfir þig. Svo segir hann, en þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa saurgað klæði sín. Okay? Það voru einhverjir sem höfðu ekki óhreinka klæðin, en það þýddi að flestir höfðu óhreinka klæðin. Flestir höfðu óhreinkað, en það voru bara fáir sem höfðu ekki óhreinkað. Nafnkristin kirkja sem átti nokkra sannkristna. Og mikið þetta líkt heiminum í dag. Það fólk inn í kirkjum sem í raun og veru hafa hafnað Kristi, en það alltaf einstaklingar sem virkilega elska Jesú. Og hér segir hann, þú átt fáein nöfn sem hafa ekki saurgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum, því að þeir eru maklegir. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum, eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég veit ekki hvað sumir vilja gera við þessa ritningu. Sumir segja sig ekki hægt að afmá nafnið úr bókinni. Hér það Jesús Kristus sem að segja að hann ætli ekki að afmá nafn úr bókinni. Ef hann segir að hann ætli ekki að gera það, þá hægt að gera það eða ekki hægt að gera það? Erum við réttlætt, erum við í þessari skikkju ef við höfum bara einu sinni fengið dropa á höfuðið og síðan staðfesta, eða ef við höfum okkur einu sinni hefur verið dýft hér niður, hvort heldur, og síðan lifum við bara eins og okkur sýnist. Spurningin. Þú átt fáein nöfn sem hafa ekki saurgað klæði sín, þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. Og sigurvegararnir hérna í opinberð, það kemur aftur og aftur, sá sigrar. Hver þessi sem sigrar? Í 3. kaflanum og 8. versinu, þar önnur kirkja sem heitir Fíladelfía, ég hef talað hana áður, hún var mjög svona, hún hafði lítinn kraft, hún var ekki mikið fyrir augað eða mikið fyrir að sjá, en hún hafði þetta eitt að hún hafði varveitt orðið. Og hann segir í 8. versinu, ég þekki verkin þín við Fíladelfíu, sjá ég láti dyr standa opna fyrir þér sem enginn getur lokað, þú lítinn mátt, en hefur varveitt orðið mitt og ekki afneita nafni mínu. Og sem sagt, vers 12, þannig sigrar mun ég gera stólpi í musteri Guðs míns, hann skal aldrei þaðan útfara, á hann mun ég rita nafn Guðs míns, nafn borgar Guðs míns, innan nýju Jerúsalem, kemur af himni frá Guði og nafni mitt hið nýja. 3 nöfn. En þetta sá sem sigrar, aftur og aftur talað þann sem sigrar. Og ég trúi því að sá sigrar, hann frumgróðinn, hann brúður Jesú Krist. Þýðir það að þeir sem ekki sigra, að þeir muni glatast? Nei, en þeir fá ekki að vera með í brúðkaupinu, þeir munu ekki ríkja í 1000 ára ríkinu. Hvatningin til okkar að sigra. Hvatningin til okkar að varveita orðið, og það sem að mér svo frábært hér, að hann að segja við kirkju, þú hefur engan sérstakann kraft, en þú hefur samt sigrað af því að þú varveittir orðið, þú elskaðir mig. Það snýst bara að elska hann. Elska hann og gera það sem rétt koma með allt í ljósið og þvo klæði sín jafnvel daglega. Síðan kemur að lokum önnur aðvörun, og það kirkja sem heitir Laodíkea. Og hér virðist eins og réttlætingin sé farin, vegna þess að hann segir hér við þá að hann segir í versi 16, ég
af því að þú ert hálfvolgur, hvorki heitunni kaldur muni skipaðir út af munum mínum, þú segir ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur, aumingi, fátækur, blindur og nakin. Og ég hugsa, ég veit ekki með ykkur finnst það kannski ægilega hallærislegu boðskapur, en ég bið Guð að ég finn að ég þarf að iðrast og ég þarf að leita Guðs vegna þess að hann segir hér, þú veist ekki. Ef þú, stundum erum við á þeim stað og við erum svo ánægð með okkur sjálf og okkur finnst bara allt vera svo frábært en Jesús, hann segir, þú veist ekki. Þú ert vesalingur, aumingi, fátækur, blindur og nakin. Það sýnir mér, þessi kirkja sagði ég er ríkur, að allir sem í kirkjunni voru og kom inn í kirkjuna, þeir sáu fólkið kannski í hvítu skittjónum á pallinum, en Jesús sá það nakið. Þannig að við erum að tala um þessi himnesku klæði, Jesús sá þetta fólk nakið. Hann sá ekki, hann fann ekki réttlætis klæðin sín þar lengur. Og það sem hann segir, ég ræð þér að þú kaupir af mig gull, sem stendur fyrir í raun og veru guðdóm eða olíu, skýrt í eldi, til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði. Komdu aftur í hvítu klæðin, nú þarft að kaupa það, þú ert að gera iðrun, þú ert að koma aftur og þú ert að koma krossinum aftur, þú ert að iðrast og taka sem sagt við réttlætis klæðunum á nýð. Þetta segir hann við kirkjuna í Laodíkeu. Og hann segir jafnvel að hann vilji skyrpa þeim út af munni sínum af því að honum býður við þeim. En samt er von, og vonin felst í því að koma og kaupa. En hér sjáum við að í raun og veru er hann ekki drottinn. Fyrir þessa kirkju þá er hann ekki drottinn lengur. Hann er ekki drottinn, hann er fyrir utan. Ritningin segir hann er fyrir utan, hann er að banka á af því að það er búið að setja hann út. Það er búið að setja hann út. Og þetta er einhver sorglegasta ritning sem við lesum. Og einhver segir, ok, við erum Fíladelfía, þetta á ekkert erindi hér. Ég held að það sé gott fyrir okkur öll af og til að heyra þá viðvörun sem drottinn hafði til frumkirknanna. Og ég hef verið að hugleiða mikið með þetta að hann sé drottinn, og þegar ég les sem sagt vakningarnar, trúarvakningarnar, hvernig fólki var gefið Guði og ber þetta saman bara við mitt líf, að þá sé ég að ég er ekki nálægt því að vera þar sem þeir voru. Biðjandi heilu næturnar, það var allt gefið í ríki drottins, síðan var bara lifað í trú og það var dauði eða líf. Þannig ég trúi því að kirkjan, hvar sem við erum, við megum virkilega líta til drottins og við megum biðja hann að fyrirgefa okkur sinnuleysi, kæruleysi og hvað sem er, og bjóða hann aftur velkomin inn á meðal okkar. Við kirkjuna í Fíladelfíu, í Efesus, þá sagði hann, og hugsaðu ykkur kirkjan í Efesus, þetta var kirkja sem hafði bara unnið þrekvirki í Guðs ríkinu. Hann sagði, ég hef það á móti þér að þú er afrakt hinn fyrsta kærleika. Og það sem mér langaði að segja er að með svo margir í kristna heiminum, kristindómurinn nær sem sagt þangað sem mér hentar. Hann nær ekki lengra. Ef það hentar mér ekki, þá fer ég ekki lengra. Kristur, sjáðu, ég kem með þér þetta langt og svo getur þú bara farið þangað sem þú vilt. Ef þú kemur ekki inn til mín þar sem ég er, þá get ég ekki Kristur.
Kristur sagði, sá sem ekki í raun og veru yfirgefur allt, tekur upp krossin og fylgir mér, hann getur ekki verið lærisveinn minn. Þannig að spurningin er það sem við köllum kirkja erum við virkilega kirkja eða erum við bara svona, já, ég veit að við viljum innst inni en Biblían segir andinn er reiðubúinn en holdi veikt og allt það, en hvatningin frá Jesú er að hver sem hefur eyra til að heyra, hann komi til mín. Og hvatningin frá Jesú er þessi að halda fast í kórónuna. Ekki bara taka, sumir segja, já, það er gott að vera bara með. Páll sagði, ég hleyp ekki stefnulaust, ég hleyp til að sigra. Og það er í raun og veru okkar köllun að hlaupa til að sigra. Jesús, hann er drottinn drottna, hann er konungur konunga og fyrir honum mun sérhver kné beygja sig áður en yfir líkur. Og ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, þetta er bara eitthvað sem að hvíldi á hjarta mínu að varveita klæðin, helg og hrein. Varveita þau. Við erum réttlætt, en við eigum að varveita klæðin. Og Jesús sagði á síðustu tímum, það verður allt fullt af falsbámunum. Og það hefur, eins og hann minntist á hann Ron Bóta, það hefur gengið út kenning að sem sagt, þú ert bara undir náð, allt í lagi, lifðu bara þínu lífi. Þetta stangast á við það sem Jesús segir að við þurfum að taka upp krossinn og fylgja honum og lifa hans lífi. Lifa hans lífi. Ekki okkar lífi, heldur hans lífi. Amen. Drottinn, við komum bara fram fyrir því núna, við ætlum að koma að borðið þínu, Faðir Guð, og ég biði drottinn minn og Guð minn að, já, drottinn að þetta koma verðug fyrir Jesú blóð og þakka þér fyrir það að drottinn að jafnvel á þessum degi getum við komið með allt í ljósið þegar við eigum samfélag við þig. Þakka þér, Faðir, að drottinn við getum dæmt syndin í okkar lífi, við getum drottinn minn og Guð minn komið til þín og þú réttlætir okkur, hreinsar okkur og Jesús, ég segi bara, ég bið þig aftur minn fyrsta kærleika. Drottinn, ég þrá að elska þig eins og ég elskaði þig. Drottinn, þegar ég tók fyrsta móti þér. Og ég bara segi drottinn að já, ég hef horfið frá þessum fyrsta kærleika og ég bið þig endurnýjaðu mig í dag, drottinn minn, í nafni þínu og drottinn, ég bara kem til þín og ég segi drottinn, gef mér meira af þér, meira af þér. Fyrirgef oss våra skuldir, drottinn minn og Guð minn. Gefum þínu nafni dýrðina. Amen. Amen.